Komiði sæl og verið velkomin í þáttinn nýjasta tækni og vísindi í snjóhreinsun. Þátturinn studdur af norðlenskum einstaklingum og fyrirtækjum, bera hag almúgans í Reykjavík fyrir brjósti og ætlað að vera leiðarvísir fyrir borgarstjórnar Reykjavíkur til aukningar lífsgæða, meðbræðra, vorra og systra í höfuðborginni. Vísindalega nálgun viðfangsefnisins einföld. Við berum saman verklag, nyrðra og siðra og rannsökum hvernig mismunandi aðferðafræði hefur áhrif á afköst og gæði snjómoksturs og vellíðan borgaranna. Og við byrjum á dæmi norðlensku aðferðina. Á dæmigerðum íslenskum vetrardegi starfsmenn bæjarins hafa ekki undan með eigin búnaði. Þá það til siðis að nota talsímann til að hafa samband við verktaka. En norðlenskur verktaki aðili sem tekur að sér verk að undangengnu samningaferli. Og þegar kallið kemur verktakinn með umsaminn búnað og mannafla og hefst handa. Þá hagnast verktakinn og verktakar láta því aldrei verkur gröfu falla. En verktakar siðra virðast ekki vera sama sinnis. Því þegar borgarstjórnar Reykjavíkur hringir, þá virðast þeir snúa sig við í rúminu og halda áfram að sofa, sem vekur fyrst athygli á gæðum talsambands. Það til að merkja ákaflega æskilegt að hljóðnemi talsímabúnaðar snúi niður og sé ekki lengra en sem nemur 15 cm frá vörum að borgarstarfsmanns hann ávarpar verktakan. Hart og gott mál einnig því hjálpar. Komdu og mokaðu væni og það fer ekki á milli mála hvað beðið. Og sú beinsketta nálgun hefur reynst voru norðarmönnum svo vel að þarlendir verktakar geta vart beðið eftir að fá kallið. Því leið þá þeir að moka inn peningum. Og ekki bara það. Hér sjáum við norðlenskan verktaka sem byttir samræmdum vinnubrögðum til að hámarka afköst annars vegar og stytta viðveru tíma í hverri götu fyrir sig. Hér nýtur ein gata fjórðungs alls tækjabúnaðar í Reykjavík og fyrir vikið geta íbúðanir keypta laufabrauð og magál án vandkvæða og fengið gesti í heimsókn, en ekki að sunnan þó, því þeir eru fastir heima við. En hindranir lifibrauð Akureyringa, svo þeir fái laufabrauði svo notið. Hér hefum við dæmi opinbert snjóruðningstæki í eigu Akureyrarbæjar. En óvænt býður hans bifreið óþjálfaðs ökumanns úr Reykjavík sem engan veginn réði við þessar stórfenglega erfiðu aðstæður. Enda óþjálfaður. Og nú eru góður á dýr. Þetta stórfelld hindrun. Og hvernig bregst hinn opinberi starfsmaður við? Af snarræði og fagmennsku smeygir hann sér fram hjá hindrunni. Bifreið sunnanmannsins óskemmt með öllu, gatan greið og gangstéttin líka. Og þrátt fyrir heila rauðvín með vinkonu sinni þá þessi norðlenska snót hólpin og hamingjusöm. Hún geti gengið með fjölmargar laufabrauðskökur á milli húsa í þessu færi án þess að brjóta þær. En systirinnar sem býr í Reykjavík, hún týndi stigvölrum í skafli og hefur haldið sig inni síðan. Og ástæðan augljós. Hér dæmi reykvíst snjómoksturstæki sem gengur aðeins á umhverfisvænni afgangsolíu úr mötuneytir ráðhússins og hér ekkert að gerast. Vélin hreyfist varla og norðlenskur eldri borgari geti gert betur með góðri skóflu. En Akureyringar elska dísilolíu, hún kraftmikil eins og góður hákarl og lyktar af karlmennsku og aðeins punkteringar stöðva norðlenska snjómokstursmenn. En til að stöðva mokstursmanninn að sunnan þurfum við aðeins stýrifundi með reglulegu millibili og úr nægum fundum að velja. Og við norðamenn telju næsta víst að hér sem einsemdin siður á fundi, snjór mokar sér ekki sjálfur og tilraunir til að tala hann af götunum með fundahöldum hafa ekki skilað árangri. Og að lokum lýsum við Akureyringar yfir að við að sjálfsögðu til viðræðu að skjótast suður. Og nota Brynju ísaðar götur Akureyrar til fordæmis við að losa höfuðborgina úr skaflinum eða hið minnsta að kenna starfsmönnum borgarinnar að tala skýra norðlensku við sína eigin verktaka. Góðar stundir.